Mannakotn og Ræfilskvæði, þriðja lagið á aðliðinu á plötunni í gegnum tíðina sem kom út 1977 og þeir sitja hérna, þeir Pálmi Gunnarsson og Maggi Eiríks sem eru Mannakotn, er það ekki? Þið eru Mannakotn, bara tveir? Já. Er það ekki? Í dag. Já. En hérna, ég las á tímarit.is að útgáfa plötunar hafi tafist vegna verkfalls BSRB, munið þetta því? Nei, ég mun ekki eftir því. Nei. Það var eitthvað sem að... Já, var það? Já, þið mun ekkert eftir því? Nei. Þarna fer sko... Þetta hafi ekki verið þannig að við kláruðum plötuna og svo bara vorum við ekkert að fæla í þessu fyrir að koma út. Nei. Við grunar að það hafi verið þannig. Já. Herðu, hvað getið þið sagt mér umslagið? Það er ótrúlega flott. Það er hérna... Þetta hefur ekki verið hrist fram úr erminni, sko. Nei. Þetta er svona psychedelist svolítið. Þetta er svona... Kristján er snillingur. Þetta er svona minnir á... Hvað, eitthvað svona prog-rock, þetta gæti verið eitthvað svona prog-rock-plata, Emerson Lake and Palmer eða eitthvað svo leiðis? Já, bara Kristján. Hver er þessi Kristján? Kristjánsson. Já. Hann er listamaður. Mikil listamaður. Og flottu náungi. Já. Mikil músísk vekuland, búin að skrifa. Hönnuður og ljósmyndari og... Þú ætti að fá hann einhvern veginn í viðtal. Já. Hann á magnað vínilplötusafn. Já. Alveg geggjað og búinn að gera fullt af góðum coverið, sko. Já. Hann gefið þetta umslag sem sett og lagði geysilega vinni að þessu selv. Ég skal trúa því maður. Og þessi ljósmynda vinna allir sem er hann inn í og... Já. Þetta er til fyrirmynda þetta. Lögðuðu þið einhverja línur? Nei. Fekk hann bara alveg frí spil? Já. Og hvað sögðu þið svo þegar hann sýndi ykkur þetta? Vá. Við vorum bara alveg rosalega ánægðir. Já. Alveg opbóðslega kátir, sko. Og líka ánægðir með fyrsta umslagið. Já, með fyrsta umslagið líka. Já. Líka mjög flott, sko. Líka flott, sko. Já. En hérna ljósmyndin sem er hérna aftan á. Eða það sé að ljósmyndin, sko, það er sem var inn í umslaginu. Já. Það er mynd af ykkur í hljómsveitinni, svartkvít mynd, með ykkur sjálfa í fanginu. Já. Hver átti þessa hugmynd? Hann. Hann átti hana. Hvað voru það að reykja þarna? Ég veit ekki. Ég hef ekki hugmynd. Það hefur verið alveg ógeðslega gott, held ég. Já. En ég man það bara ekki alveg. Já, þetta er svolítið skemmtileg pæling. Mér finnst það bara alveg geggjað. Mér finnst það rosalega flott vinna hjá honum. Já. Við vorum mjög ánægðir með samstarfið við Kristján í alla staði. Og erum. Herðu, eitt smellurinn er þarna næstur, Bragga Blues. En það er ekki Mannakotn að spila heldur Bragga bandið. Bragga Blues bandið stendur hérna í umslaginu. Það kom aldrei til greina að við færum eitthvað vasast í þessu þegar nóga mönnu sem gátum tekið þetta með stíl, sko. Já, en þetta er bara blues. Já, en það er sama. Þetta er náttúrulega bara þessi tíðaranda. Ég er að reyna að ná Braggasandunu, sko. Já, Stríðsárásandunu. Já. Og það er náttúrulega Björn Einarsson ofalega á blaði, sko, og bróður hans, Guðmundur. Og svo saxarnir og hver var hann? Var ekki Kristján á píanó? Jú. Nei. Jú, Kristján spilar á píanó. Þetta var band sem hann setti saman bara Maggi, útsýttjarn okkar, Magnús Ingimarsson. Magnús Pétursson spilar hérna á píanó. Já, Magnús Pétursson, já. Það var alltaf í morgunútvarpinu. Það er rétt, já. Morgunleikviminn. Já. Þetta er band sem hefði alveg getað spilað á Hótel Borg. Já. Og það var æðislega gaman að vinna með þeim. Ég spilaði með þeim sólógítar. Já. Í þessu lagi? Já. Já, þetta er svona næsta kynslóð fyrir ofan ykkur? Já. Og kannski... Á undan. Já. Og helvíti fín spilamennska, sko. Já, þetta var allt skrifað út nótu fyrir nótu, sko. Já. Og þeir fengur sér eitt kaffibóll og svo þetta tekið upp. Já. En Mannakotn, við vorum búin að prófa þetta, sko. Við höfum bara ekki alveg... Við vorum ekki að fíla svona sving, sko. Nei. En Maggi, þú ert þarna, ef að minni svíkur mikið, þú ert að syngja þarna svona, eða þú veist, þetta er svona byggt á þinni reynslu og það ekki, þú vannst á olíubíl. Jú, ég var slöngu temjari. Já. Það var bara með skóla, sko. Já. Og fórst í Braggahverfin og...
Já, þessi sem voru eftir þá, sko. Já. Þannig ég eitthvað svona, þegar ég í þessu djópi, þá ég svona 15 ára gamall eitthvað. Er einhver ein sérstök kona sem fyrirmynd þarna þessu? Æ, ég get nú ekki einlega sagt það. Jú, kannski. Ég ekki að úttala mig um það. Nei, en þú ætti ekki að segja henni upp. En það er svona, það var ein kona þarna sem er fyrirmynd Möggu. Það hringdi í mig kona lengi vel sem að sagðist vera Magga. Já. Já, hún samsamaði sig við. Já, samsamaði sig algjörlega við þetta. Við textan. Já. Ég spurði eftir daldi feitlægin og ljósarð. Já. Nei, ég er grönn og ég er svartarð. Þetta gekk ekki alveg. Það gekk ekki. Nei, þannig að hún var svolítið feitlægin og ljósar þessi. Já. Nær komast við ekki þessu. Nei. Held ég ekki. Ein í bragga, Magga, gægist út gluggan, bráðum sér hún skugga Baldur skunda hjá, en eitt túrin, stúrin, olíu á skúrin, erfitt nema fyrir fjandans aura fá. Í vetur, gekk henni að galdra, til sín glað og kalda karla sem oft gáfu aur, en Magga í sagga situr ein í bragga, á ekki fyrir olíu alveg staur. Fyrst kom Bretinn, rjóður, yndislega góður, þá bjó hún Magga á borginni í bleikum kjól. Svo kom Kaninn, Þaninn, kommunísta baninn, þá kættist Magga ofsaleg og hélt sín jól. Svo færðist aldur yfir eins og galdur, og ávallt verra varð í kall að ná. Nú Magga stúrin, því olíu skúrin, erfitt nema fyrir fjandans aur að fá. Ein í bragga, Magga, gægist út gluggan, bráðum sér hún skugga Baldur skunda hjá, en eitt túrin, stúrin, olíu á skúrin, erfitt nema fyrir fjandans aur að fá. Í vetur, gekk henni að galdra, til sín glað og kalda karla sem oft gáfu aur, en Magga í sagga situr ein í bragga, á ekki fyrir olíu alveg staur, á ekki fyrir olíu alveg staur, á ekki fyrir olíu alveg staur. Bragga Blues af Mannakotsplötunni í gegnum tíðina, en samt er þetta ekki Mannakot heldur Bragga Blues bandi sem var aðeins annað.